En þá komið að síðasta einindinu í dag og ég vil bara þakka ykkur og öllum sem hafa komið hérna fram á þessu virkilega vel fyrir. Þetta eru búin að vera virkilega fróðleg og góð erindi og gaman að heyra að svona margar stofnanir bara taki svona virkan þátt í þessu ferli og þetta er náttúrulega bara lítið dæmi af öllum þeim stofnunum og samstarfsaðilum sem eru í þessu stóra verkefni sem að Stafrænt Ísland er. En hann ætlar að koma hingað núna og flytja erindi sem að nefnist að breyta skeið í skóflu. Hans Þórlindur Kjartason sem er ráðgjafi hjá I2 EHF. Gjörðu svo vel, Þórlindur. Komið öll sæl. Ég kalla þetta erindi að breyta skeið í skóflu. Það sem ég ætla að lýsa að mínum mati mjög skemmtilegt dæmi það sem þegar tæknin uppfyllir loforð sitt. Og ég talaði það þar sem ég hafði aðkoma að verkefninu sem hluta mínum störfum fyrir COVID-teymi forsætisráðuneytisins og þetta verkefni unnið af ansi mörgum aðilum. Ég sé að samkvæmt skjánum sem ég horfi á þá er ég á næst síðustu glærunni en hefði gjarnan viljað vera á fyrstu glærunni. Ég var að rifja það upp að fræg ummæli sem eru höfð eftir Ronald Reagan, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, sem sagði "The 9 most terrifying words in the English language are I am from the government and I'm here to help." Og þetta ágæta verkefni var þveröfugt. Og margt auðvitað hér á þessari ráðstefnu sem afsannar þessi orð hins ágæta Bandaríkjaforseta. Það sem einkenndi það sem ég er að fara að lýsa og mér finnst skipta mjög miklu máli að tala er að verkefnið var alltaf með notandann í huga og ég ætla að lýsa því hvernig það í raun og veru hafði afgerandi áhrif á framganginn. Og ég kallaði þetta sem sagt að breyta skeið í skóflu vegna þess að okkur tókst að margfalda afköst í því viðfangsefni sem við var að etja og þetta gekk hratt og örugglega og áhrifin af því sem við vorum að gera komið fram nánast samstundis. Ég veit að það er eitthvað sem allir í símanum á svona ráðstefnum þannig að ég ætla bara að benda ykkur á það að ef þið farið inn á þessa slóð island.is/entry þá dregur það úr sársauka mínum yfir því að þið séu með höfuðið í skjánum. En þar finnið þið þessa síðu sem ég ætla að lýsa. Við byggum til lausn stór hópur af ágætu fólki á stuttum tíma sem sneri að því að koma upplýsingum til þeirra sem hugðust ferðast til Íslands. Ef við rifjum upp hvað var í gangi í lok júní að þá var yfirvofandi opnun á landamærunum hér á Íslandi sem var svona frekar óvenjulegt á þeim tíma að við ætluðum að fara að hleypa inn bólusettu ferðamönnum og það var búið að tilkynna að frá 1. júlí myndi það fyrirkomulag að taka við. En þrátt fyrir þessa meginreglu voru alls konar svona jaðartilvik sem að fólk var óvisst Og þegar fólk er að taka ákvörðun að fara í ferðalög sérstaklega til framandi landa eins og Ísland fyrir flesta, þá kemur upp mikið óöryggi þegar það horfir fram á að það geti eitthvað gerst. Og fólk veltir fyrir sér hverju það á von á þegar það kemur. Reglurnar eru flóknar og síbreytilegar og fyrirspurnir sem voru að berast út allt í stjórnsýsluna voru mjög flóknar og mjög mikið af jaðartilvikum sem tók langan tíma að ráða fram úr. Og þetta í raun og veru kemur ekkert svo mikið óvart þegar maður fyrir að setja sig sjálfur í spor þessara ferðamanna og það var ágætið svona fyrsta skref að velta fyrir sig hvað myndi maður gera í tilviki þar sem maður væri ferðamaður. Þannig að reglurnar voru flóknar og
og mörg hundruð fyrirspurnir voru að berast á hverjum einasta degi í alls konar áttir. Og þetta svona þeir aðilar sem voru að fá þessar fyrirspurnir til sín fyrst og fremst. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins var að svara tugum eða hundruðum tölvupósta á dag. Íslandsstofa, embætti landlæknis sem rak svona spjallborð og almannavarnir vefsíðan covid.is og svo þetta lögreglan og jafnvel fleiri aðilar. Og þarna gekk á milli flókin samskipti þar sem hvert einasta mál gat tekið hálfa og heilu dagana að ráða fram úr. Það sem að fólk sem var að leita staðfestingu á því að það ætti möguleika að ferðast til Íslands fengi eitthvað svona afgerandi svar frá stjórnvaldi sem það treysti á. Og verkefni kom til þannig að 23. júní þá sá fólk fram á það yrði mikið álag og vaxandi vegna þessa viðfangsefnis. Og þá haldinn fundur af frumkvæði utanríkisráðuneytisins. Það sem þessu vandamáli lýst og að þessu fundi kom bara nokkrir aðilar. Og í kjölfarið á þessu kemur þá fram sú hugmynd að reyna að taka þessar flóknu reglur og búa til einhvers konar einfalt svona quick guide sem lóðsar fólki í gegnum það sem það þarf að vita þegar það að íhuga að koma til landsins. Og þetta gerðist bara mjög hratt, bara samdægurs og dagana á eftir eru samtöl sem byrja að tala við Stafrænt Ísland og í raun og veru veftriðið bara teiknað upp á einum degi. Allir aðilar sem hugsanlega gætu haft einhverja hagsmuni eða vitneskju eða þekkingu sem þurfti að hafa með í verkefninu voru teknir inn. Viku seinna vorum við farin að fara yfir uppbyggingu á svona vef og Stafrænt Ísland og verktaki þeirra stefna unnu dag og nótt. 1. júlí komin beta útgáfa af vefnum í loftið og 5. júlí vefurinn formlega settur í loftið þannig að það ekki lengur neitt fyrirvar á honum. Ég veit ekki hvort þetta með virka þetta er bara svona sýningu hvernig þetta viðmót á farsíma virkar. Að fólk bara lóðsaði gegnum þetta. Ertu bólusettur, hvað bóluefnið, hvað langt síðan þú fékkst bólusetninguna, þá máttu koma til landsins. Og langflestir fóru bara í gegnum þetta og fengu sínar upplýsingar mjög hratt. Og svo eru svona sérstakar, ég setti þetta nú eiginlega bara til gama seinna, þegar ef þú ert komið með mjög mikil jaðartilvik, þá ertu til dæmis farin að spyrja fólk það hvort að það eigi nánu samneyti við Íslending, sem þetta getur oft falið í sér mikla smithættu. Og þegar þetta var komið í loftið, að þá var bara samrætt átak það að reyna að beina öllum fyrirspurnum sem þessu tengdust í svona sama funnel. Og á covid.is, að þú ferðir á ensku síðuna, þá það fyrsta sem blasir við linkur á síðun okkar, eða þessa síðu sem við settum þarna upp. Og þetta bara tekið út í gær, heimsóknarfjöldinn, að þetta hefur bara verið stöðugt í kringum 6 til 12.000 á dag og mjög lítið sem við fáum tilbaka af einhverjum frekari fyrirspurnum eða beiðnum nánari skýringar. Þannig að okkur virðist hafa tekist ágætlega og bara mjög vel eiginlega í fyrstu tilraun að koma upp nákvæmlega þeim upplýsingum sem fólk þurfti á að halda á þann hátt sem það þurfti til að geta fengið sín svör án þess að þurfa að leita eitthvað lengra. Og flesta fyrirspurnirnar að koma hérna frá Bandaríkjunum og Bretlandi, þetta síðan bara á ensku og þaðan hafa þetta ferðamennirnir helst verið að koma. Og síðan að þetta fór í lofti 1. júlí höfum við þetta þurft að uppfæra hann. Núna fyrsta spurningin einmitt snýra því að það eru konar sérreglur okkur sem eru Íslendingar. Og þá höfum við haft þá hugmyndafræði að greina frá sem flesta í hverju einasta svari, þannig að það fyrsta sem við afgreiðum hér þetta, en vefurinn auðvitað fyrst og fremst ætlaður fyrir ferðamenn, túrista. Mér langar að nefna hérna nokkuð svona atriði sem eru einkennandi, ekki einkennandi fyrir verkefnið. Það í fyrsta lagi þetta að það var afskaplega hröð ákvarðanataka
alveg frá byrjun, allir aðilar sem komu að verkefninu voru til í að leysa vandamálið sem var fyrir hendi. Ég held að það sé óhætt að segja það hafi allir lagt mikið metnað í þetta, þeir skildu það að þurfti að fara hratt en gera þetta vandlega. Fólkið sem var í beinum samskiptum við túristana, það var haft mjög mikið með í ráðum. Það var ekki verið að reyna að skrifa þarfagreiningar og minnisblöð og fá yfirferðheldur, lögðu við mikla áherslu á það að skilja alveg frá fyrstu mínútu hvað það sem að valda mestu álagi og mestu efasemdum eða taugaveiklun hjá þeim sem að hugsa að koma til landsins og það held ég hafi verið mjög þakklátt að gera það með þeim hætti af því að það var í raun og veru líf þessara einstaklinga sem við vorum einna helst að einfalda. Þessar fólk sem var búið að vera nánast á kafi við það að svara flóknum fyrirspurnum daginn út og daginn inn. Við skipulögum vinnuna síðan bara, og það kemur kannski öðru leit, kemur kannski líka inn á það sem hefur verið nefnt hérna áður að vegna ástandsins í samfélaginu, svo kallaðs, að þá var auðvitað allir fundir voru rafrænir. Og það var bara eiginlega alveg ótrúlega gagnlegt af því að þegar til dæmis við vorum að fara yfir vefinn með ólíkum aðilum, þá var bara hægt að stilla upp með litlum fyrirvara og mjög þétt dagskrá, þar sem að fólk gat valið að koma og eiga fund með okkur sem vorum að bera ábyrgð á ritstjórninni. Og það gat bara gengið bara hálftími hér og hálftími þar og hefði aldrei verið hægt að gera það með eins svona hagkvæmum hætti ef við hefum þurft að vera að senda fólk til og frá milli skrifstofa í bænum. Og mér fannst það líka vera mjög einkennandi að það voru í þessu verkefni, það voru engar svona smásmugu athugasemdir eða það var ekki verið að flækja það neinum óþarfa. Það var, og ég held að það sé svona kannski prinsipið og filosófían á bakvið svo margt sem að maður verður var áskynja hjá stafrænu í Íslandi að passa upp á það að þegar að hið opinbera að vinna að upplýsingagjöf og upplýsingamiðlun til almennings að það gleymist aldrei að það notandinn sem þarf að vera í fyrirrúmi. Og það verður að hugsa þá að það getur falið í sér að það þarf stundum að gera hlutina á aðeins, hvað maður skal segja, hugrakkari hátt heldur en oft tilhneiging til í svona opinberum geiraði í stórum stofnunum. Og better done than perfect oft sagt, en tilhneigingin auðvitað í stórum kerfum að það verður svolítið að það verður svolítið svona sjálfsritskoðun eiginlega þegar það kemur að taka kannski augljóslega réttar ákvarðanir hvert skuli fara með svona verkefni. Þannig að ég nú mjög stoltur að hafa átt þátt í þessu verkefni og held að það sé bara mjög gott dæmi mjög raunverulegan árangur. Þetta fólk sem hafði setið, eins og ég lýsti, sveitt við það að svara misflokknum og misgáfulegum og misvel orðuðum fyrirspurnum, það var afskaplega þakklátt þegar það gat síðan bara einn daginn sent einn link og málið var dautt. Þannig að þetta var vonandi skammtímaverkefni og vonandi halda þessar reglur ekki áfram að flækjast þannig að á endanum verði þessi vefur orðinn svo flókin að það þurfi einhverja sérstaka gráðu til að skilja hann. En mér langar að þakka fyrir tækifærið að segja frá þessu og þetta sérstaklega fyrir framúrskarandi og frábært samstarf við Stafrænt Ísland og svo marga aðra sem komu að þessu hásumar, helgar og á kvöldin eða þurfti til þess að klára þetta í þágu verkefnisins. Það bara alls ekki þannig að það hafi verið neitt ískyggileg orð að þarna hafi stjórnvöld tekið ákvörðun að hjálpa. Takk.